Íransk stjórnvöld leyfa nú alla umferð Hormúzsund en stærstu skipafélög heims eru þó enn hikandi. Líbanar fagna 10 daga vopnahléi milli Ísraels og Líbanon en sumir hafa að litlu að hverfa. Sjávarútvegsstjóri ESB segir mörg dæmi að tekið sé sérstakt tillit til ríkja sem sækja aðild að sambandinu. Hann átti fundi í dag með atvinnuvegaráðherra sem segir þau ekki hafa rætt sérstaklega mögulegar undanþágur. Dómur yfir manni sem braust inn í hús í Hafnarfirði og áreitti 10 ára dreng kynferðislega er dapurlegur, segir verkefnastýra hjá Barnaheillum. Hún telur það hafi verið notað gegn drengnum að frásögn hans hafi ekki verið óaðfinnanleg. Við viljum búa í samfélagi sem verndar börn betur en þetta. Rannsóknir á jarðlögum í Vestmannaeyjum hefjast helgina til að kanna hvort raunhæft sé að gera göng milli lands og eyja. Ég er mjög spenntur í göngunum. Nágrannaslagur MR og Kvennó er hafinn í Háskólabíói, úrslit í Morfís ráðast í kvöld, þar sem rökrætt er kosti og galla gervigreindar, MR á móti, Kvennó með. Komið þið sæl. Íranar ákváðu í dag að opna Hormúzsund fyrir öll flutningaskip á meðan á vopnahléi Írans og Bandaríkjanna ef það er í gildi. Það rennur út 22. apríl. Olíuverð lækkaði 10% við þessar fréttir enda fer 15 allrar olíu heimsins sundið. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fagnaði ákvörðun Írana en sagði bann Bandaríkjanna við siglingu skipa til eða frá frönskum höfnum og írönskum höfnum óbreytt þar til friðarsamningur náist við Íran. Stærstu skipafélög heims hafa þó viljað bíða með ferðir sundið því öryggi áhafna sé í forgangi. Íbúar í Líbanon taka fegins hendi á móti vopnahléi milli Ísraels og Líbanon en óttast að það haldi ekki lengi. Fögnuður braust út meðal Líbana þegar fréttir bárust af 10 daga vopnahléi. Þegar pakkað er fyrir langþráða heimferð, sem var jafnvel ekki víst að yrði farin, er að ýmsu að huga. Þannig er það hjá þessu fólki sem hefur leitað skjóls í borginni Sidon í Suður-Líbanon síðustu 6 vikur. Suðurhluti landsins hefur verið þungamiðja loftárásar Ísraelshers á meðan Hezbollah hefur skotið eldflaugum yfir til Ísraels. Rúmlega 2000 manns hafa verið drepin í Líbanon og yfir 1 milljón lagt á flótta í landi þar sem búa aðeins rúmlega 5 milljónir. احنا بيتنا اكلها غاره بس الحمد لله مش مقصرين في شيء نحن رايحين مرفوعين الراس نحن لو بدنا نقعد بالشارع ونقعد وين ما قعدنا عرفت كيف مرفوعين الراس بسماحه السيد الشهيد السيد حسن نصر الله. Höfðinglegar móttökur mættu fólki sem sneri aftur eftir að hafa verið á flótta. Margir íbúar í Nabatie veifuðu fána Hezbollah og spiluðu tónlist. Þau sem snúa aftur heim geta þó ekki gengið að því vísu að heimili þeirra standi enn. إنه نحن هلا خوفين نطلع على البيوت لأنه بتعرفش أنت أي ساعة يمكن هن غدارين بيضربوا علينا عرفت كيف؟ وقلنا عم احنا بنضلنا يومين 3 لحتى نشوف الوضع كيف من ساعتها بنطلع وبعدين هينا قاعدين هلا هون يعني بهالخيم مش بنسوي. فنقبل إنه لا إنه يكون في عن جد وقفة النار يفرضوا وقفة النار عبر هالوسطاء ما بعرف قديش هن عادلين يعني بس ولكن نأمل إنه يكونوا عادلين ويكون في عن جد وقف إطلاق النار جدي. Engar tvennar viðræður eru eins, segir sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins mögulegar aðildarviðræður Íslands að sambandinu. Hann átti fund með atvinnuvegaráðherra í morgun sem segir þau hafa rætt ESB viðræður óformlega. Samstarf Íslands og ESB í málefnum hafsins var á dagskrá fundar Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Kostas Kadis sjávarútvegsstjóra Evrópusambandsins í morgun. Aukið samstarf meðal annars sjálfbærni og orkuskipti í sjávarútvegi, málefni norðurslóða og vísindaransóknir voru til umræðu. En ráðherra segir fyrirhugað að atkvæðagreiðslum aðildarviðræðurnar í ágúst ekki hafa verið á formlegri dagskrá fundarins en Það átti nú gott samtal í gærkvöldi alls konar hluti og þar með talið þetta og það var bara mjög áhugavert. Þið eru auðvitað mjög meðvituð það að þetta er innanríkismál okkar. Spurði atvinnuvegaráðherra
sjávarútvegsstjóra Evrópusambandsins ekkert út í hvort að Ísland geti hugsalega fengið ykkur undanþágur? Nei, ekki öðruvísi en það sem hefur þetta og ég þurfti ekki að spyrja hann sérstaklega það. Við erum bara meðvituð það að komi til þess að íslenska þjóðin kjósi að athuga hvað kæmi út úr samningaviðræðum, þá eru það samningaviðræður sem myndu byrja og út úr þeim kemur eitthvað. Katís sagði ekki nokkra leið að spá fyrir hver yrði niðurstaða mögulegra aðildarviðræðna. Accession negotiations are real negotiations. They have not started yet. They have not started again yet. And what I can tell you through our experience is that no two accession processes are identical. Og sjávarútvegsstjórinn sagðist gera sér fulla grein fyrir mikilvægi sjávarútvegs fyrir Ísland. Taking into consideration the specific circumstances of the country, but also the established principles of the accession process. You said taking into consideration the special circumstances of the country. Yes. Can you explain that a little bit? Well, I'm not going to negotiate now with you. Negotiations have not started yet. There are plenty of examples in previous negotiations, but also in current negotiations, where specificities of candidate countries have been taken into consideration during the negotiation procedure. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, vertu velkomin til okkar. Takk. Þarna var sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins að segja að undanþágur séu mögulegar. Að ykkar mati samtakana, hvaða undanþágur þyrfti Ísland? Sko nú þarf að hlusta vel eftir því sem að ráðherrann segir. Hann segir að sjálfsögðu sé tekið tillit til sérkenna einstakra umsóknar ríkja. Og það ekkit það deilt að það gert. Hvernig sambandslöggjöf innleidd, hvenær hún innleidd og svo framvegis. Við erum hins vegar að biðja allt annað. Við erum að fara fram á varanlegar undanþágur og það það eru engin fordæmi fyrir því. Svona í seinni tíð að veittar séu verulegar undanþágur frá sambandslöggjöfinni og það eru engin fordæmi fyrir því að veitt sé varanleg undanþága frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu sambandsins. Já. Þannig að við þurfum að vera alveg skýr hvaða hugtök við erum að tala tillit til sérkenna einstakra þjóða, það ekki það deilt, en varanlegar undanþágur allt annað. Þannig þið að tala það ef það yrði hægt að landa samningi við ESB, hvað gæti sjávarútvegurinn í raun og veru sætt sig við? Það nú bara það sem að hefur verið farið fram á og svo sem að kemur skýrt fram í könnunum, að þjóðin vill fá varanlegar undanþágur þannig að við höldum yfirráð yfir auðlindum okkar hverju nafni sem þær nefnast. Já. Þar með talið í sjávarútvegi og það þýðir þá yfir á 200 sjómílna efnahagslögsögu þannig að við stýrum löggjöfinni, hvernig við skipuleggjum veiðarnar og skipuleggjum kerfið, eftirlit með því. Við viljum sjálfveit og þá ekki bara við staðbundastofna, heldur deilistofna líka, en við viljum líka fá frá varanlegu undanþágu frá því að við viljum halda takmörkunum á fjárfestingum erlendra aðila í sjávarútvegi. Vegna þess að við viljum ekki að erlendir aðilar öðlist yfir á því íslenskum fyrirtækjum og fiskurinn á Íslandsmiðum verði þar með veiddur af fyrirtækjum sem hafa hagsmuni á Spáni eða í Þýskalandi eða í Danmörku og fiskurinn fari þá annarkvort þangað til löndunar eða til vinnslu jafnvel í þessum ríkjum en ekki á Íslandi og við verðum að verðmætasköpun. Þarna liggur hættan og þarna verðum við Íslendingar að tala alveg skýrt. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýra fyrir okkur ykkar stöðu. Takk. Og við snúum okkur að allt öðru. Það ómanneskjulegt að gera þá kröfu að barn sem brotið á kynferðislega geti sagt frá atvikinu á óaðfinnanlegan hátt, segir verkefnastýra hjá Barnaheillum. Ekki taldist sannað að maður sem braut kynferðislega á dreng á heimili hans í Hafnarfirði hefði gert það sem drengurinn lýsti í skýrslutöku. Helgi Bjartur Þorvarðarsson hlaut 12 mánaða dóm fyrir að brjótast inn á heimili fjölskyldunar í september. Fara inn í svefnherbergi 10 ára drengs og áreita hann kynferðislega. Helgi bar fyrir sig minnisleysi. Drengurinn gaf 2 skýrslur hjá lögreglu og í barnahúsi, en það var mat dómsins að fara þyrfti varlega í að draga ályktanir af framburði hans. Þá gefið í skyn að einhver hafi haft áhrif á vitnisburð drengsins. Fyrst og fremst ég kannski bara fyrst með þetta dapurlegt vegna þess að í dag höfum við mjög mikla
þekkingu á áhrifum áfalla. Þegar fólk verði fyrir áföllum virkist flótta og forðunarviðbragð líkamanns. Börn sem verða fyrir kynferðisbrotum frjósi oft á meðan brotið á þeim. Ástand sem hefur meðal annars áhrif á rökhugsun og minni. Og þetta algjörlega þekkt. Þannig að það að gera kröfu á það að manneskja sem í áfalli, eins og barn, sem að verði fyrir miklu áfalli, að hún geti raðað saman í algjörlega óaðfinnanlega frásögn hvað gerðist frá A til Ö ómanneskilegt og hvað þá að viðkomandi komi svo aftur í viðtal og eigi að segja nákvæmlega eins frá. Það bara, þetta kröfur sem að standast ekki og ég get ekki ímyndað mér nokkuð barn gæti gert þetta. Þarna þetta nota gegn þessu barni í þessum dómi og mér finnst það mjög dapurlegt. Eðlilegt sé að smám saman þegar líði frá áfallinu fari barnið að reyna að átta sig á því hvað gerðist og hvers vegna. Ekki að því að einhver endilega að hafa áhrif á frásögnina þeirra, heldur að því að þau að púsla saman brotum sem að koma til þeirra í smáum skammtum. Þannig að mér var mjög brugðið að sjá að til dæmis þarna ekki tekið neitt tillit til áfallsins sem að barnið varð fyrir og það eru gerðar kröfur sem að ég tel að sé mjög ósanngjarnar, vægast sagt. Mikilvægt sé að styðja við börn og fjölskyldur þeirra, tala opinskátt kynferðisbrot og þrýsta á kerfið að setja ábyrgðina ekki á börn, heldur gerendur. Kolbrún segir hörð viðbrögð við niðurstöðu dómsins ekki koma á óvart. Þetta kannski versti ótti okkar allra, það ekki, að vakna með að nótt og það einhver inn á heimilinu þínu og að brjóta barninu þínu sem sofandi. Það að viðkomandi fái svo þennan væga dóm, það slægir okkur öll illa. Það þannig. Við viljum búa í samfélagi sem verndar börn betur en þetta. Kona og karl eru í gæsluvarðhaldi eftir að lögreglan lagði hald á rúm 30 kíló af amfetamíni á Keflavíkurflugvöll á sunnudag. Tollgæslan stöðvaði fólki við komu til landsins og reyndust þau vera með fíkniefnin í farangri sínum. Þau voru úrskurðuð í gæsluvarðhald til 20. apríl og í tilkynningu frá lögreglu segir að í framhaldi verði lögð fram krafa framlengingu gæsluvarðhalds. Rannsóknir á frumstigi og lögreglan verst frekari frétta að svo stöddu. Stjórnvöld hafa sofnað á verðinum í forvarnarstarfi að mati sérfræðings. Hann vill aukna samstöðu í baráttunni gegn fíkniefnum en aldrei hefur verið meira framboð af þeim hér á landi en nú. Allt sem við getum kallað forvarnir og snýra þeim, þetta viðvarandi verkefni. Þetta ekkert sem við getum hlaupið í bara þegar eitthvað bjátar á. Forvarnir eru langtíma verkefni og það má aldrei gefa þeim slaka, að mati Árna, sem stofnaði fræðslumiðstöð í fíknivörnum árið 1993. Framboð fíkniefna hefur aldrei verið meira en nú og sprenging varð í innflutningi á kókaíni í fyrra. Eitthvað sem getur skýrt það að við séum á þessum stað í dag? Nei, í raun og veru ekki, þetta ekki að rautin því að það auðvitað þegar eftirspurn, þegar áhugi á því að nota efnin, þá auðvitað auðveldar að koma þeim í lóg, koma þeim í sölu og þar með þá ýtir það undir innflutning. Staðan kemur Árna ekki á óvart. Við séum svona vísbendingar aukna til að mynda áfengisneyslu bara á undanförnum mánuðum allar síðustu árum. Þannig að ég lít bara á að við séum að það sé verða til einhver stað eða einhvert ástand sem við þekkjum frá því hér árum áður. Árni segir forvarnir virka. Það hafi sýnt sig þegar tekið var á unglingadrykkju á sínum tíma. Sambærilega samstöðu þurfi nú í baráttunni gegn fíkniefnum. Við reynum að ná til foreldra og uppalenda sem kannski mikilvægasti hópurinn í þessu samhengi. En sömuleiðis auðvitað skóla og uppeldisstofnanir, hversu þær eru, æskulýðs- og íþróttastarf sömuleiðis. Hafa stjórnvöld sofnað á verðinum í forvarnarstarfi? Já, ég ætla nú bara að leyfa mér að fullyrða það. Það er mjög dregið úr fjárframlögum til okkar. Við finnum alveg fyrir því að vissu leyti og ég held að við þurfum svolítið að hafa það í huga. Þannig við sem ekki ásaka út og suður að kannski eru við vissan hátt fórnarlömb eigin velgengni. Vestmannaeyingar eru margir ósáttir við stopular ferðir milli lands og eyja. Helgina verður byrjað að bora bæði í eyjum og landeyjum til að kanna möguleika á jarðgöngum.
Síðustu vikur hefur Herjólfur þurft að sigla frá Þorlákshöfn þar sem ekki hefur verið hægt að sigla frá Landeyjahöfn. Ferðin lengri og einungis hægt að fara 2 til 3 sinnum á dag. Til að bæta gráu ofan á svart bilaði annar mótor ferjunar þannig að ferðin tekur enn lengri tíma en ella. Við erum bara orðin langþreytt á því að fá einhvern veginn engin svör. Við erum orðin alveg búin að missa bara allt. Þetta alveg skelfilegt. Ég hefði viljað betri höfn og ég hefði bara viljað frekar hraðskreiðari ferju til Þorlákshafnar alla tíman. Það þarf ekki að breyta höfni til svo og virki betur. Já, það bara lagan að því nú verði heilsárshöfn, annars við getum lagað Þorlákshöfn og gert það heilsárshöfn. En það náttúrulega peninga og vilja. Ég veit ekki hvort það hendi fyrir hendi. Vestmannaeyingar eru margir hverjir orðnir langþreyttir á vandræðum með samgöngur milli lands og eyja. En verði hugmyndir göng að veruleika, já, þá væru þau vandræði væntanlega úr sögunni. Við erum að eyða óvissunni sem hefur varað þetta verkefni í áratugi, hefja kjarnaborun til þess að skoða fýsileika við gerð jarðganga til eyja. Kjarnaborinn Karl Prins var fluttur með Herjólfi til Vestmannaeyja í gær. Það tekin sýni upp úr jarðlögunum og svo eru þau skoðuð og það skoðuð samlímingin í berginu og þéttleikinn og lektin í berginu og þetta síðan metið til þess að búa til kostnaðarmat fyrir jarðgöngin. Og það eru þá kjarnaborun hérna í eyjum og svo kjarnaborun í Landeyjasandi. Og síðan erum við að fara í hljóðendurvarsmælingar og þá erum við að skoða hversu sterkt bergið á hafsbotni. Verði þessar áætlanir að veruleika fyrirhugað að minni gangana yrði sirka hér og göngin lægi þá hér undir, niður og í átt til lands. Þau myndu vera 18 kilometrar og þú ert að keyra 70 kilometrar hraða þá ertu 15 mínútur að keyra yfir. Fyrir utan bara frelsið sem fylgir því að geta farið hvenær sem þú vilt. Hugmyndir göng eru langt í frá nýjar af nálinni. Útvegsbændur í Vestmannaeyjum telja nauðsynlegt að ljúka rannsóknum á jarðfræði Vestmannaeyja áður en hugmyndum göng blásin út af borðinu. Þetta var hugmynd sem Árni Jónsson var mikið að tala fyrir. En það hefur aldrei gerst neitt annað en bara vonir og óskir en aldrei að vera nú kannski, þetta að verða kannski hugsanlega möguleiki. Hverju myndi það breyta að fá göng milli lands og eyja? Samgöngurnar hafa náttúrulega bara verið í algjöru lamasessi og Landeyjahöfn hefur verið bara algjört olnbogabarn í 16 ár síðan að hún kom og við sjáum bara í dag að Herjólfur gengur á einni skrúu og að Landeyjahöfn hefur ekki virkað bara eiginlega neitt á þessu ári, bara mjög takmarkað. Þannig að það myndi náttúrulega breyta öllu. Ég orðin hlintar og hlintar í því, bara mjög spennt fyrir því að sé að skoða hvort að þetta sé yfir höfuð hægt. Hvernig líst þér hugmyndir göng? Já, alltaf hægt að skoða það, algjörlega. Bara rosalega vel, ég hugsi ég lifi það ekki af. Það verður að taka of langan tíma? Ég held það. Miðflokkurinn hástökkvarinn í nýjum þjóðarbúsi Gallup sem fylgi flokka í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi í Reykjavík nú þegar mánuður til sveitarstjórnarkosninga. Núverandi meiri hluti í borginni fallinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur með tæplega 28% fylgi. Næst Samfylkingin með ríflega 23%. Vinstrið mælist með 13,5% og Miðflokkurinn sem fekk ríflega 2% í síðustu kosningum mælist með tæp 11%. Viðreisn tvöfaldar fylgi frá kosningum, mælist með 10% en Framsóknarflokkurinn tapar mestu. Hann mælist með tæp 4% en fekk tæp 19% 2022. Rétt á eftir honum flokkur fólksins einnig með tæp 4%. Píratar, sósíalistar og Okkar borg mælast ekki með mann inni. Framboðið góðan daginn var tilkynnt undir lok könnunartímans en enginn nefndi það framboð eftir að það bættist við. 250 metra brú yfir Gufufjörð boðin út í lok mánaðarins. Það síðasti áfanginn í vegbótum á Vestfjörðum og forsendan fyrir að Vestfjarðavegur geti orðið hluti af þjóðvegi 1. Starfshópur hringvegum Vestfirði hefur lagt til að Vestfjarðavegur 60 og 61 verði hluti af þjóðvegi 1. Eins og kemur fram í skýrslunum þá eru vegir á Vestfjörðum að verða sambærilegir að gæðum og hringvegurinn. Þar vísar ráðherra til yfirstandandi framkvæmda vegagerðarinnar á Vestfjörðum. Á Dynjandisheiði unnið að síðasta malarkaflanum niður í Dynjandisvog. Starfsfólk Borgarverks að hækka veginn upp, færa vegstæðið örlítið og leggja bundið slitlag á kaflan sem enn var malarvegur svo að það verði auðveldara að þjónusta veginn á veturna. Þessu verki á að ljúka næsta september.
og þá erum við konið með nýjan uppbyggðan vegi við Dynasið sem náttúrulega stór samgöngubrot. Í Gufudalssveit búið að brúa Þorskafjörð og leggja veg fyrir Hallsteinsnes. Við það styttist leiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkur 40 km og ekki þarf lengur að keyra yfir Hjallaháls. Þetta að styttast á cirka 15 km viðbót. Þá ef ég man rétt þá erum við konið með veg til Reykjavíkur sem komið undir 400 km. Norskur verktaki vinnur að smíði 2 steyptra brúa. Í lok apríl ætlar Vegagerðin að bjóða út síðasta áfangan, 250 metra langa stálbogabrú yfir Djúpafjörð. Og þá erum við konið með nýjan vega allar leið suður í Reykhólasveit. Þar með verður komin öflugri hringtenging innan landslutans og ferðamenn hafa 2 leiðir að velja á leið til og frá Ísafirði. Það þýðir að verður mikið auðveldari fyrir okkur að halda uppi heilsu og samgöngum og þá erum við líka konið með góða hringtengingu sem okkur hefur alltaf vantað. Vestfjarðavegur 60 hefur ítrekað ratað í fréttir síðustu ár vegna mikilla skemmda. Þrátt fyrir vegbæturnar eru langir kaflar þar sem Vegagerðin hefur þurft að grípa til ráðstafana til að hlífa veginum við aukinni umferð. 3 kynslóðir sýna nú verk sín á bókasafni Hveragerðis á sýningu sem heitir Mæður, ljósmæður. 4.000 börn fæðast hér á landi árlega en fæðingartíðni fer þó lækkandi. Já, það eru 3 kynslóðir sem eru með verk á sýningunni en það er hún Ingibjörg sem myndskreytti brjóstagjafabókina sem kom út hjá bókafélaginu fyrir ári en á sýningunum á svo upprunalegu myndskreytingarnar úr bókinni í nýjum búningi. Svo það Hulda Sigurlína sem ljósmóðir, brjóstaráðgjafi, áhuga ljósmyndari og einn af höfundu brjóstagjafabókarinnar. Hulda Lína sýnir ljósmyndar af höndum ljósmæðra á sýningunni og loks það Ronja Vignisdóttir sem nemandi við grunnskólann í Hveragerði sem á nokkur verk með mömmu sinni og ömmu á sýningunni. Hún vinnur með blandaða tækni á vatnslitapappír og fjallar í verkum sínum tengsl mæðra og afkvæma. Hvernig að vera með ömmu og mömmu á sömu sýningunni? Það bara geggjað. Já. Ertu dugleg að gera myndir og svona? Já. Ég frekar bara vassmála frekar en að gera einhverja myndir. Og Hulda Sigurlína bæti við. Þó vekja athygli á hvað þetta mikilvægt að við sýnum hvert öðru umhyggju í gegnum ljósmæðrastarfi og mæðrunina. Þetta svolítið svona blanda, Lína með myndir af ljósmæðrum handa og Ronja með myndir af afkvæmum dýra. Já. Og svo ég með upprunalega myndirnar úr bókinni sem erum að sýna. Verðu ekki stoltar á þessu verkefni? Jú, mjög. Já, mjög, já. Og formaður Ljósmæðrafélags Íslands mætti að sjálfsögðu við opnun sýningarinnar. Þetta svolítið sérstök sýning. Já, þetta það. Og gaman að fletta svona saman kynslóðum af listamanna. En hvað eru ljósmæður landsins að taka á móti mörgum börnum á ári? Það sveiflar svolítið því miður að það fer börnum fækkandi, fæðingartíðni fer lækkandi. En það svona tæplega 4.000. Og sýningin hér í Verslunarmiðstöðinni Sunnumörk verður opin til 8. maí á opnatíma safnsins. Ræðilið MR og Kvennó berjast úrslitin í Morfí sem íslensk rökræðukeppni fyrir framhaldsskólanema. Keppnin fer fram í Háskólabíó í kvöld og þar fréttamaður okkar María Sigrún Hilmarsdóttir. María Sigrún, hvað verður rökrætt í kvöld? Lið skólana 2 munu rökræða gervigreind, kosti hennar og galla og lið menntaskólans í Reykjavík á móti gervigreind og mun eflaust finna henni allt til foráttu á meðan lið Kvennaskólans fylgjandi því að gervigreind verði innleidd í flest allt. Og hérna í salnum eru margir sterkir stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn sem hafa tekið þátt okkur í þessari keppni í gegnum árin. Og spennan að magnast, keppnin í þann mund að hefjast, það gríðarleg spenna hérna í húsinu og hér hjá mér Elisabeth Lára Gunnarsdóttir. Þú ert framkvæmdastjóri keppnar í ár. Hvernig fer þetta fram og hvernig dæmir maður í svona keppni? Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Það eru sem sagt 4 liðsmenn í hverjum liðum, 1 liðstjóri og síðan 3 ræðumenn og þeir taka svona ræðu til skiptis og skjóta inn svörum frá hinu liðinu. Þannig það svona alveg spenningur og síðan hlið og síðan afturgert eftir hlið og síðan eru 5 dómarar, bara svona reynslu boltar úr Morfís leiknum og þeir dæma ræður á flutningnum, ræðinu sjálfur, svörum og síðan geðþáttastuðul, hversu gaman voru að horfa og síðan eru 8 dómarar sem með final segja það jafnt á milli hinna. Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt. Takk fyrir þetta Elisabeth og hérna eru líka liðsmenn úr liðunum báðum. Hvernig undirbúið ykkur fyrir svona keppni?
Við erum bara með rosalega stífar æfingar í heila viku þar sem við erum að skrifa ræður, skrifa svör og halda þykistu pressukeppni sem sagt. Bara alveg eins og okkur og bara þeir mikill undirbúningur fyrir þetta og margar svefnlausar nætur og mikill undirbúningur. Mjög. Hvernig heldið þið svo þetta fari í kvöld? Ég held að hvernig vinnur. Já, ég held nú að MR taki þetta eins og ofta þess. Við sjáum hvað setur takk fyrir þetta stelpur og það er rétt að segja frá því að það verður streymt. Það er hægt að horfa keppni í beinu streymi á YouTube-rás Morfís en úrslitin ættu að liggja fyrir klukkan 10 í kvöld og við munum greina frá þeim á vefnum okkar RÚV.is en við kveðjum hérna úr Háskólabíói. Takk fyrir það María Sigrún Hilmarsdóttir og hæfileikapunktin sem eru þarna. En þá er að veðri til loftþrýstingur fer hækkandi á landinu á morgun og mun létta til mestallt land þegar líður á daginn. Háþrýstisvæði verður í námunda við landið vel fram eftir næstu viku og því útlit fyrir fremur þurrt og rólegt veður gangi sú spá eftir. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttum. Glódís Perla Viggósdóttir slær á morgun leikjamet kvennalandsliðsins í fótbolta þegar hún leikur 147. leik sinn. Ísland tekur á móti Evrópumeisturum Englands á Laugardalsvelli í undankeppni HM 2027. Margt auðvitað sem að stendur upp úr mikið af minningum. Önnur umferð bestu deildar karla rúlaði af stað síðdegis og lýkur í kvöld. Leik Vals og IBVF er lokið eftir krappandans. Og Íslandsmótið í áhaldafimleikum í Laugardal á morgun. Fimleikasérfræðingur segir góðan árangur íslensks fimleikafólks alþjóðlega lyfta öllum iðkendum. Og marg þeirra orðnir atvinnumenn í fimleikum. Þetta og fleira í íþróttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að íransk stjórnvöld leyfa nú alla umferð Hormúzsund en stærstu skipafélög heims eru þó enn hikandi. Líbanar fagna 10 daga vopnahléi milli Ísraels og Líbanon en sumir hafa litla að hverfa. Sjávarútvegsstjóri ESB segir mörg dæmi að tekið sér sérstakt tillit til ríkja sem sækja aðild að sambandinu. Hann átti fundi í dag með atvinnuvegaráðherra sem segir þau ekki hafa rætt sérstaklega mögulegar undanþágur. Dómur yfir manni sem braust inn í hús í Hafnarfirði og áreitti 10 ára dreng kynferðislega er dapurlegur, segir verkefnastýra hjá Barnaheillum. Hún telur það hafi verið notað gegn drengnum að frásögn hans hafi ekki verið óaðfinnanleg. Rannsóknir á jarðlögum í Vestmannaeyjum hefjast helgina til að kanna hvort raunhæft sé að gera göng milli lands og eyja. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir eru alltaf á vefnum okkar RÚV.is. Við minnum svo að beina útsendingu á morgun klukkan 16:20 frá leik Íslands og Englands í knattspyrnu kvenna á Laugardalsvelli. Stofan hefst klukkan 15:50. En við á fréttastofunni, við vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl.